Á heimasíðu Aurbjargar að finna samanburðartöflu fyrir alla húsnæðislána vexti sem í boði á íslenskum húsnæðislánamarkaði. Það gríðarlega gott að hafa alla vextina á einum og sama stað vegna þess að þú gætir verið að leita að vaxta upplýsingum þegar kemur að því að kaupa fyrstu íbúðina þína, kaupa nýtt húsnæði einhvern tímann síðar á ævinni eða endurfjármagna. Og þá frábært að hafa þetta allt saman í einni töflu sem þú getur síðan raðað í eftir því hvað ódýrast yfir það hvað dýrast. Það að segja hver með lægsta vaxtastigið og hver með það hæsta. Mér langar til að sýna þig hvað þetta geymt á heimasíðun okkar, www.aurbjörg.is. Það er bara hægt að fara í samanburð og smella á hann. Þá opnast húsnæðislána tablan strax sjálfkrafa og ef ég fer hér niður og renni niður, þá sérðu að hér erum við að sýna alla vexti sem í boði hjá öllum lánveitendum, en líka erum við að sýna í dálkum mismunandi vaxtatýpur, verðtryggða og óverðtryggða vexti, fasta og breytilega vexti til 3 og 5 ára og ásamt ýmsum öðrum upplýsingum sem gagnlegt að sjá. Og hvernig hægt að nýta sér þetta? Jú, segjum sem svo að þú ætlir kannski að skoða vexti sem eru verðtryggðir og gefum okkur það að þú sért að spá í fasta verðtryggða vexti. Þá getur þú bara farið yfir í fasta verðtryggða vexti sem hér, smellt á gogginn sem hér og þá raðar tablan upp kjörunum frá ódýrustu vaxtakjörunum yfir í þau dýrustu. Og miðað við þessa mynd sem þú ert að sjá hér, þá sérðu það birta lífeyrissjóður en með lægstu verðtryggðu föstu vextina á landinu. Nú ef þú ert hins vegar einhvers staðar annars staðar vilt fá óverðtryggða breytilega vexti, þá ferðu bara bókstaflega og smellir á gogginn þar og sérðu að nú lífsverk með lægstu vextina á óverðtryggðum breytilegum. Birta tekur við og svo framvegis og svo framvegis. Það eina sem þú þarft að kanna síðan í kjölfarið á þessu það hvar þú hefur lánsloforð. Það nú mjög einfalt að flestir bankar eru reiðubúnir til þess að lána hverjum sem En þegar kemur að lífeyrissjóðum þá þarftu að hafa lánslofur hjá þeim og það þarftu iðulega að hafa verið í einhvers konar viðskiptum við þá. Það að segja að þú þarft að hafa borgað einhvern tímann í þá. Það einhverjar reglur sem þeir hafa. Ef þú veist hvað lífeyrissjóður þetta eru, frábært. Ef þú veist það ekki, farðu þá inn á heimasíðu lífeyrissjóðsins sem þú ert að greiða núna í og leitaðu einhverju sem heitir lífeyrisskatt. Það ætti að sýna þér svart á hvítu í hvaða sjóðu þú greitt yfir starfsævina og þú getur sendt öllum þessum lífeyrissjóðum tölvupóst og spurt, ég með lánslofur hjá þér? Ég veit meira að segja að í sumum tilfellum hægt að finna þetta í banka-appinu þínu. En ég óska þér góðs gengis og vona að þú getur sótt allar upplýsingar í þessa frábæru samanburðartöflu.